Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Ein örfára verslana landsins sem algengar voru á árum áður, þar sem allt fékkst, en eru nú flestar horfnar, verslun Haraldar Júlíussonar á Sauðárkróki. Búðin sú fyrir löngu orðin mikilvægur þáttur í ímynd Sauðárkróks og mannlífinu þar og raunar allra Skagfirðinga. Verslunin minnisvarði hverfandi verslunar- og viðskiptahætti sem var með allt öðrum brag en stórmarkaði nútímans. Sá sem þar hefur stýrt og stjórnað í hartnær 60 ár sonur Haraldar, Bjarni, sem nýlega hélt upp á 87 ára afmæli sitt. Bjarni, þú ert búin að standa hér í búðinni síðan 1959. Já. Það eru mörg ár, 58 ár. Ég hef ekki tökst út í það. Ég hef bara gleymt mér. Já, þú hefur gleymt þér hérna bak við búð. Ekki það svo vel. Þessar eins og hillurnar hérna? Þessar hillur teknar úr búði númer 1 1919. Settar upp. Og eins til dæmis skúffurnar. Já. Öll sekkjavara var sett í skúffurnar og svo var mókað upp úr skúffunum í poka. Var þetta friðað? Búið að friða þessa búð? Nei, bara mig. Bara þig? Vertu til friðs? Já. Sko, 1919, hvað var í hillunum 59 þegar? Ef við byrjum bara þegar þú ert að byrja þetta. Já, aðeins fyrir og jafnvel, já. Þá var allt fullt af alls konar vefnaði vörum, fataefni, kjólefni, skyrtefni, viskastykki og handklæðaefni. Þetta var allt tróðfullt af svona. Svo til tölur og fleira. Já. Sem þurfti rennilásvar og sem hægt núna sko. Já. En breytingin þangað til núna? Nú kemur allt. Nú kemur yfirleitt allt bara þessi skyrtu tilbúnar. Já. En það var hérna áður fyrir tilbúin fatnaður, herrafatnaður. Já. Svo seldum mikið af kjólefni, móðir mín var í búðinni með. Hún hafði vitað því, ég minna. Þegar þú ert að velja inn núna þar sem þú selur, eftir hverju ferðu? Hvað það? Það sem ég sé og þetta í hug, álita sér sölu vara. Já, það allt frá því að vera bara eins og salt- og piparstökk. Já, til dæmis. Sem kostar 610. Það var gamalt verð, sko. Það ekki? Þú uppfærir ekkert í tölvunni, sko. Nei. Þetta ekki strikhamert, nei. Nei. Ég sé hérna til dæmis 2 gerðir af kökukeflum með hvoru mælir til dæmis. Það sko annað fyrir örhenda og hitt hægri hendar. Það svona. Þetta alveg á 1550 krónur. Já, það gætir í þessa grasa hérna. Já. Og gúmiskór, vinsabláir. Já, þetta vinsæði á sömurinn sem að veru. Já. Áttu þetta til þess þá bara í öllum mögulegum starfi? Já, reyna að eiga það, sko. Já. Sko, þetta enginn af útlöndum nærbuxum. Já, þetta merino ull. Þú ert nú hrifnar af íslensku, sá ég. Já, sumir vilja það líka frekar. Já. Það reynir að hafa sem að flestir nota. Já. En það hnífapur, þetta náttúrulega svona bara eins og krambúðir voru. Já, það maður að segja það, sko. Sumt eldgamalt. Já. Og eitthvað sem að selst ekkert, þér finnst bara ekki treifast? Það sumt að, já. Þá eldist það bara, verður forngripur. Bjarni á ekkert erfitt með að fara niður þröngan stigan niður á lagerinn þar sem gætir ýmissa grasa. Teygjur, kort og kantskerar, klemmur, glös og farmiðar, brjóstsykur og blýjantar, bækur, grjón og náttsloppar, kleinu, járn og kjöthamrar, kertir, sáp og vettlingar, þvottefni og þurrklútar, þetta fæst hjá Bjarnahar. Svona orti Kristján Runólfsson þegar haldið var upp á 90 ára afmæli búðarinnar fyrir 8 árum. Þó margt hafi breyst frá upphafsárum búðarinnar notar Bjarni enn þá brúnu pappírspókana og vigtar á gömlu vigtinni frá 1941. Viðskiptahættir hafa þó breyst mikið. Það var miklu meira þegar ég fór inn fyrst í búðina þá var mjög mikið skrifað, mánaðarreikningar sem fyrir Pétur og Pál og svo komur eftir mánuði, kannski 12 mánuði.
Kannski nokkra marga mánuði. Já. Upp og ofan og það. Þú ert nú búin að sjá ýmsar krísurnar gangi yfir landi. Já, heldur betur. Já. En hvernig hefur þið tekist að standa þetta alltaf að þér, allar? Það bara róleg heitin. Já. Bestu heitin. Nú ertu hvað, 87 ára nýorðin? Já. Hvað langar þig og hvað telur þú getur verið lengi? Lengi? Mér langar að vera aðsvaldið lengur, ef heilsan leyfir. Ég hef bara verið mjög heppinn, hef aldrei legið í rúminu. Ég hef bara harkað af mér. Hefur aldrei legið í rúminu? Nei, ekki veikur. Það reyfir úr mér botlangi og kvistill lagað. Já. Það er ekki meira. Það er það eina? Það er eina. Það er nú mikið lán. Já, það segir með þér. Já, enda líka færi verið með mig. Bjarni er nokkurs konar þjóðareign í Skagafirði, vinsæll og vinamargur og mikil húmoristi. Fáum í lokin góða sögu frá honum. Við vorum fyrstir með þvottaplan hérna. Og svo var einn góður kunni að þvo bílinn sinn. Það fannst hausinn eitthvað voðalega lítið af hárum. Ég tók bara ofan fyrir honum, bara allt í stíl. Hann var ekki ánægður, sjálfsögðu lítið hann bara annan haus. Báðir ánægður. Já. Verslun Haraldar Júlíussonar verður varðveitt í sinni núverandi mynd en allar innréttingar eru nánast frá upphafi þær sömu. Lítið breyttar og því fróðlegt fyrir þá sem vilja kynnast verslunarrekstri frá upphafi síðustu aldar að líta við hjá Bjarna Har á Sauðárkróki og skoða vöruúrvalið. Norðlenska nautakjötið, uppskrift á góðu kvöldi.